Þá höldum við áfram hér í föstudagsþættinum sem nú tekin upp í Hofi og hingað eru komin þau Baldvin Valdimarsson sem verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands. Verið velkomin. Nú tilefni það að það búið að uppgöta að það hægt að koma inn í landið á fleiri stöðum en í Keflavík og Seyðisfirði. Það ekki gleðitíðindi? Jú, þetta alltaf mjög gleðilegt að menn séu búin að uppgöta þetta, en ferðaþjónustan hefur svo sem vitað þetta lengi, en það mjög jákvætt núna hvað komið mikill meðbyr hérna á landinu með þessu. Og svona pólitíkin farin að átta sig á þörfinni og í rauninni ferðaþjónustan öll, vegna þess að landsbyggðin hefur verið að tala fyrir dreifingu ferðamanna landi, en svona ekki kannski haft alveg hljómgrunn fyrir núna þegar að svona, það gengur mjög vel á suðvesturhorninu og þá fara menn að finna fyrir því kannski að það sé ástæða til þess að koma ferðamannum út allt. Já, þessi menn sem átta sig á því, eru þeir þá yfirleitt staðsetti fyrir sunnan, finnst þér? Já, ég held að flestir Norrlendingar og Austfirðingar allavega viti að þessi þörf á því að opna nýja gátt inn á landið og við höfum svona ekki kannski fengið pólitíkina, landspólitíkina til þess að vinna þetta með okkur. Hvað heldur að hafi breyst? Hvað gerðist? Þetta margþætt, það fjölgun ferðamanna. Nú erum við náttúrulega bara að sjá gríðarlega aukningu enn eitt árið og ekkert sem að bendi til þess að draga úr. Þannig að þörfin að breytast. Menn eru fannir að sjá bara þörfin á uppbyggingu og fjárfestingum á öðrum svæðum og þá vaknar strax þessi spurningum samgönguvandamála sem við eigum. Ferðamenn komast ekki norður eða austur að vetri til dæmis. Og það eru, við horfum á tæplega 40% ferðamanna fyrir norðan til dæmis á sumrin, 14% á veturna. Þetta bara stórt gap á milli, þannig að menn áttu sig á því. Og síðan fórum við mjög mikla vinnu með atvinnuþróunarfélögunum á Norður- og Austurlandi og alveg út á Vestfirði núna í haust að fá þau með í að skapa hana þrýsting á pólitíkina sem bara mjög jákvætt og menn eru bara meðvitaðir hvað ferðaþjónustan stór og mikilvæg atvinnugrein og það þurfi að vinna að lausnum. Hvernig komið þið að þessu og hvaða áherslu? Þetta var í kjölfar ákvörðunar sem var tekin í stjórn Atvinnuþróunarfélagsins af þeim og framkvæmdastjóranum að gera ákveðið átak í þessu núna og það mjög gleðilegt hvað þetta hefur farið vel af stað og núna eru menn loksins að átta sig á því að hvað þetta mjög mikilvægt fyrir í raun og veru landið allt. Þetta í sjálfu sér ekkert byggðapólitískt mál. Nei. Þetta stórkostlegt mál fyrir landið allt og það kom til dæmis fram í frægri skýrslu frá Boston Consulting Group að til þess að ferðaþjónustan geti vaxið áfram að þá forsendan fyrir því meiri dreifing ferðamanna landið og forsendan til þess að við getum dreift ferðamannum landið að opna aðra gátt. Þessi eingátastefna, hún með öðrum orðum að hún að skaða okkur mjög mikið og hún að koma í veg fyrir að við getum látið þessa atvinnugrein, þessa mikilvæga atvinnugrein vaksa og eflast áfram. En það gerum við einmitt með því að gera aðra gáttin í landið. Við munum kannski öll þegar sko Leifsstöð var byggð, fyrsti áfanginn þar. Þjóðin byggði þá stöð og það var mjög umdeilt. Af hverju var það umdeilt? Þetta þótti svo mikil offjárfesting og sumir hafði það nú í flimtingum að það ætti bara að nota þetta fyrir gróðurhús. Þetta var eiginlega best notað í það sko. En það nú annað komið á daginn og hefur sýnt sig að við bara getum hugsað þá hugsun alveg til enda hvað hefði gerst ef þessi stöð hefði ekki verið byggð. Þjóðin byggði þessa stöð með sama hætti á þjóðin núna að taka sig saman og byggja alvöru millilandaflugvöll annar staðar á Íslandi, opna aðra gátt og það eðlilegast að það sé hér á Akureyri, hér allt baklandi, hér allur infrastruktúrin sem kominn, hann til staðar, þannig að þetta stórkostlegt þjóðhagslegt mál fyrir okkur öll, þetta ekki bara byggðapólitískt mál eða mál fyrir okkur út á landsbyggðunum, þetta bara mjög mikilvægt til þess að þessi atvinnugrein fái að vaksa og dafna. Og það líka annað sem við sjáum hjá Atvinnuþróunarfélaginu það eru aðrir þættir í þessu líka eins og fiskútflutningur að það að færast til atvinnugreinar á landinu. Ferskfiskvinnsla mikið að fara á Suðurnesin af því að hún í nálægð við flugvöll. Já, eðlilega. Við sjáum hvað gerist á Húsavík nýlega. Þetta bara eðlileg þróun af því að gáttin þar. Við getum byggt þetta upp aftur hér ef við fáum aðra gátt inn í landið. Og það svo gleðilegt núna að núna eitthvað að gerast. Núna augum manna að opnast fyrir þessu að þetta sé bara raunhæfur kostur fyrir okkur.
til þess að halda áfram að vaxa og dafna. Hvað átt að setja mikið í að stækka flugstöðina í Keflavík? Það talaði 12 til 15 milljarða, það er áætlun upp á það núna og við erum þarna innan við þessi vikmörk, þannig að ef við ekki bara segja 12 til 13 milljarða og 2 milljarðar fara að hinga norðið, þetta er ekki meiri fjármunir en þetta og þá munum möguleikar okkar í þessari þjónustu, ferðaþjónustu og fiskútflutningi eflast mjög mikið. Sem kemur öllu landinu til góða. En maður er bara að hitta ferðamenn hér sem er ekkert sérstaklega með fullri virðingu fyrir gullna hringnum og allt það, áfjáðir í að sjá það. Þeir vilja komast beint á Norðurland og finnst þetta vera farartálmi að þurfa að koma fyrst inn í Keflavík. Það hefur sýnt sig að ferðamenn, þeir fara helst ekki lengra en 150 kilometra frá því staðar sem þeir lenda. Nei. Þess vegna er þetta svo mikilvægt að opna aðra gáttin í landið til þess að ná þessari dreifingu sem við þurfum á að halda. Það hefur orðið líka gríðarleg þróun bara á síðustu árum. Það var í rauninni þannig að allir ferðamenn vildu fara í Reykjavík og vera þar allavega eina nótt og upplifa höfuðborgina. Við erum að fá mjög mikið endurkomu farþegum norður. Það er að segja ferðamennum sem hafa komið einu sinni til Íslands og vilja sjá eitthvað annað. Og síðan eru menn bara farnir að leita meira sjálfir á netinu og bara vita að það er meira til. Túristar í raun og veru. Og það er ákveðin sérstaða sem að Norðurland hefur til dæmis að vetri varandi bara útivistuna og afþreyingu sem við höfum því tengdu skíðin og bara jeppamenninguna og sleðana og bara svona úti að leika í snjónum sem að menn er ekki að upplifa annars á landinu og margir segja hérna er alvöru Ísland. Þannig að það er í rauninni ekki lengur þessi hindrun sem var að menn þurfi að fara til höfuðborgarinnar, heldur er bara ákveðin hópur sem við höfum unnið mikið með hjá markaðsstofunni varandi til dæmis fuglaskoðara og skíðamennina sem ég nefndi áðan sem bara vilja komast beint þangað sem þeir ætla sér að dvelja síðan meðan þeir eru á Íslandi. Og það er nú kannski líka svolítið þröngsýn að halda að þeir verði 1 milljón túristarnir á Íslandi og svo verði þeir ekkert meira. Væntanlega verða það nú svo smátt og smátt meira og einhvern tímann kannski ná þeir 2 milljónum. Mjög áhugavert kort sem er nýbúið að gefa út sem meðal annars ferðamálastofarnar hafa verið að vinna að og það er kortlagning á áhugaverðum viðkomustöðum. Það er mjög áhugavert að skoða það. Hvernig var það inni? Það er bara... Það voru fengnir sveitarstjórnarmenn tilnefndu fulltrúa úr heimabyggð til þess að kortleggja staði og síðan var því raðað inn í gagnagrunn eftir svona vaxtarmál. Þetta dreifist allt land. Þetta dreifist allan hringinn. Þetta er ekki bara á suðvesturhorninu sem þessi staðir eru. Þeir eru allt land. Og við erum með ofnýtta staði núna. Við erum farin að skaða staðina fyrir sunnan á suðvesturhorninu. Á sama tíma við erum með vannýtta möguleika annars staðar á landinu og náttúrulega sérstaklega hér á Norður- og Austurlandi. Við eigum 4 af 10 vinsælustu áfangastöðum á Íslandi hérna á Norðurlandi. Komdu með þá. Já, ég veit ekki hvernig það að vera eitthvað því. Það eru náttúrulega Akureyri og Mývatn sem eru mjög mikið sótt og Dettifoss er síðan mjög sterkur. Akureyri og Lonely Planet. Akureyri er náttúrulega vinsælasti áfangastöð, eða besti áfangastöður Evrópu mati Lonely Planet sem er bara stærsti ferðahandbóka útgefandi heims. Og þetta er 2013 þá var Norðurland útnefnt sem svona besti vænlegasti eða það er sem var svona wannabe einn af 10 bestum þannig að þarna erum við komin skrefi lengra og það að vera besti áfangastaður í Evrópu það er í samkeppni við alla hina staðina. Við höfum ekki glemma því risaborgir og mjög þekkt svæði og Akureyri er að fá þessa viðurkenningu vegna þess að ferðaþjónustan hérna hefur byggt upp alveg gríðarlega góða þjónustu og Akureyri er bara gáttin inn á svo mikla afþreying allt Norðurland og inn á Austurland líka. Já, og ef maður hugsa þetta út frá bara svona rekstri eins bara einnar þjóðar að þá er eiginlega alveg út úr kortum að nýta sér ekki bitann í kökunni sem er mest eftirsóttur. Þetta er mjög einfalt hagfræðidæmi. Já, þetta er mjög einfalt hagfræði. Við munum græða öll á því að opna aðra gáttingaðinn og það er það sem það eru svo margir að sjá þetta ljós núna. Já, það er nú gleðilegt. En haldið þið að þetta verða veruleika á meðan við lifum? Samfærður. Já, ég hef ekki efast það. Við erum markaðsstofan búin að vera að vinna þessu núna fullum krafti síðan 2010 og við höfum séð þróuna frá því að fara yfir það við vissi engin hvað við vorum að tala þegar við byrjuðum. Yfir það nú eru bara nokkrir aðilar sem eru að skoða með okkur kostinn að fljúga hingað norður og það eru innlendir og erlendir aðilar. Og þannig að þetta kemur, við þurfum bara að vera þolinmóð og við mögum ekki gleyma því að þetta er líka fjárfestingarverkefni og við getum ekki ætlast þess að þetta gerist á einu ári meðan við erum að leita á olíu eða byggja á álver og gefum okkur 10-15 ári það. Þetta tekur líka tíma og það gerði það líka á suðvesturhorninu.
Já, spennandi tímar framöndan svo sannarlega og við ætlum einmitt hér á eftir að halda áfram að ræða svolítið landsbyggðina og þetta allt landsbyggðavæl í okkur eða við kannski höfum við eitthvað til okkar máls þegar við segjum meira út á land hér að loknum auglýsingum.